Það eru tveir hlutir sem ég langar að spyrja þig út í. Já. Það var eitt viðtal líka við Justin Bieber, þar sem P. Diddy að tala við hann og þeir eru að fara að vera saman í einhverja 48 klukkutíma. Já, akkurat. Getur þú farið aðeins yfir það? Já, akkurat. Justin Bieber kemur í viðtal og hann eitthvað svona nei, þú veist, þeir eru tveir í viðtali hann bara, yeah, he's gonna be hanging out with me and we're gonna be doing a lot of fun eitthvað svona, og bara it's every 15-year-old dream Veit ekki hvort það sé svona í dag og hann bara eitthvað svo gett ungur og veit ekki neitt skilur og svo einhvern veginn svona næst þeir hittast þá P. Diddy þú talar ekkert við mig lengur og hringir ekkert í mig farin að selja út Arenas já, hann bara Bieber gett svo það verið eitthvað skrítið þarna sko. Ég held alveg klálega og það held í partræði sem hann að vísi skilur og ég meina miðað við alla sögurnar sem ok, og svo viljum við fara í svona djúpt í kanjun og hólna og endilega, við dýrkuðum það sko það sko í einum dómskjölunum þessi Kim Porter fyrir undir konun hans sem að talar að hann hefur beðið um að láta sig fá túrblóðið sitt til þess að drekka í satanískum athöfnum. Ok, já, mér langaði nefnilega að spyrja þig að þessu. Já. Ég er á Twitter og ég er búin að sjá svo mikið að einhverjum svona, að þessi sataníska athafnir, bara eins og hjá Hillary og bara öllu þessu. Já. Er þetta bara til í skjölum? Já, ég meina, þú veist, þess að ég segi, þetta voru svona hlutinni sem ég á sínum tíma átti kannski erfiðast með að svona wow, þetta ekki bara bull. En sko, ok, ágætis lýsing, nú veit ég ekki, eru þið Game of Thrones menn? Já, ég horfði á alla. Horfðu á alla, já. Ég hef ekki horft það mikið á það, en eitthvað. Ok, og munið til Boltons, eða kannski sem að voru, gæðinir sem að voru alltaf, eins og, þú veist, bara Ramsey gæðin sem að, þú veist, mest klikkaði hérna. Já. Og það klan, sko, að þeir voru með sko, sigil af að gæja sem var búið að taka alla húðina, það segja af húða, hvernig sem var í Íslandi. Húðfletta, nákvæmlega. Vel gert. Það óvænt. Já, og sko, og þeir gerðu þetta og voru ofta limlesta ofinni sína og svona taka skárið alltaf Theon Greyjoy getnaðliminn og eitthvað. Þannig að þú veist, og einhvern tíma var svona Bolton gæinn eldri að svona réttlæta þetta, þú veist, útskýra, þú veist, og hann segir, þú veist, það við erum í grimmum heimi, þú veist, sannlega Game of Thrones heimurinn svolítið grimmur og bara, þú veist, og hann vil leita á þetta sem ákveðna bara sjálfsvörn, að þú veist, þú vilt bara að það ákveðið vopn í þínum höndum að fólk sé hrætt við þig, skilur, og það að fólk hræðist það sem þú getur gert, það gerir þau bara, það bara vopn, skilur, þú nota það til þess að koma í veg fyrir að, þú veist, þá kannski jafnvel flýr fólk bara frekar en að slást við þig, skilur, það vill ekki lendi að þú takir það og af húðflettina, skilur, og að það sé markmiði með þessum hlutum sem þeir eru að gera og akkur þeir gera þetta, og ég vil meina að þessi svona grói satanism, ég veit ekki, þú veist, ég held að partræði sé líka bara, þú veist, að púkar eru real og það einhver kukl og eitthvað í gangi sem að geta virkað þessi öflagun hátt sem að eru að virka fyrir þau, virðist vera, en að allavega stór partur að þið sé líka, þú veist, þú býður einhverjum á einhverjum svona samkomuskilur og svo, þú veist, draga þér inn einhvern útigangsmann og bara, þú veist, fórnunum fyrir fram að þig, eitthvað skilur, þú veist, þú kemur af þessum fundi og þú veist eitthvað, ég ætla ekki að fá þessu. Akkurat. Og sko, vel börnum og eitthvað svona, skilur, það er bara ógeðslega hlutir við erum að tala sko, að þú veist, svo hefur verið, þú veist, fórnalöfum sem hafa komið fram og hafa lent í þessu og ég meina, þú veist, eitt af rosalegasta sem ég sá var eitthvað bara stelpa sem að kom í Dr. Phil og hún var sko, hún hefði verið fórnalöfum frá bara fæðingu. Hún bara fæddist og bara seld frá fæðingu til einhvers og hún var að segja bara, þú veist, hún talaði alltaf með the man who owns me, bara maður og þú veist, að það var bara skilur og hún var bara síðan grúmið í það að bara vera bara í ákveðnum partíum hjá bara mjög ríku fólki, þú veist, og hann var að segja bara fólk sem á skilur fótboltalið eða, þú veist, bara svona fólk sem þekkt í fjölmiðlum og pólitíkus og dómarar og alls konar, þú veist, og þeir eru að fara í þessum partíum og hún bara, þú veist, kannski 9-10 ára bara að láta ganga á milli þeirra, þú veist, og hann að selja það og svo var hún geimd, þú veist, í búri alltaf sko, þú veist, þetta algjör viðbjóður, sko, hún að segja þessar sögur og hann, Dr. Phil, bara eitthvað
Já, þú veist, ég fengi svona, þú veist, óháða sálfræðinga til að meta þetta og hún bara, þú veist, það bara virkar eins og, þú veist, já, þú sé engin lygar hjá henni, þú veist, og hún er hálf bara tóm í augunum, bara eins og hún sé bara traumatized eftir þetta allt saman og það er ummerki á líkamannum hennar og alls konar svona dæmi, sko, og þú veist, viðtal við konu sem að segist að verið látið borða sitt í fóstur og eitthvað, nú erum við farin út í dark hluti, sko, en þetta eru hluti sem að eru það núti og þú getur fundið þetta á YouTube með þessu bara viðtölum við þessar manneskjur og einmitt í tengslu við Satanic Ritual og Jimmy Savile er hann dæminga eins og hann hjá BBC hann var oft sagaður svona Satanic Ritual Abuse og það er að segja að, að það séu þá ákveðin ritual sem eru framið til þess að, þú veist, googla bara Jimmy Savile's Satanic SRA eða Satanic Ritual Abuse þá fáðu fullt af niðurstöðum það hvernig, og hann var að fara inn á sko geðspítala og misunda ungar eða þú veist, geðveikar stelpur eða stráka eða hvað sem bara, og í ykkurum sko, og hann var að dónita það mikið pening til þeirra, hann fekk bara aðgang á öllum skilur, og það er allavega eins og ég segi, þú veist, núna, eru þessi hlutur að komast upp á yfirborðið og ég meina skilur, þú veist, verið kallaðar alltaf eitthvað samsærisnöttur og ég kalla mig alveg sjálfur svona í djóki, skilur, semi, ég bara gengst alveg við því, fattur, að það er samsæri í gangi og það er nött, veist, og mér finnst, bara að þessi hlutir séu smá saman að koma upp á yfirborðið meira og meira og það sé mjög jákvætt, skilur, og þú veist, og þetta er orðin allt öðruvísi stemming, finnst mér, sko, sérstaklega, eftir COVID og eitthvað, það var mjög margir sem að urðu meiri álæntar eftir COVID, sko. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Það er áskrift.